Ég heiti Guttormur Jón Gíslason og ég starfa sem bifvélavirki á bílaverkstæði Hjalta á Akranesi. Ég hef sótt námskeið á vegum Miðunnar. Til að byrja með var það aðalega fyrir vinnuveitandi sem krafðist til þess að ég myndi sækja mér þessa menntun að fá að vinna í háspennurafhlöðu. Síðan þá hef ég bara haft mikinn áhuga á því og sótt mér ennþá meiri menntun og setið eiginlega flest námskeiðin á vegum Miðunnar. Já, endurmenntun, hún er klárlega, eitthvað sem þarf að hafa í huga þegar það kemur að þessum geira. Bæði eitthvað nýja bíla varðar og líka bara til þess að rifja upp allt það sem maður hefur lært áður. Það sakar ekki að fara á 1-2 námskeið bara til að læra. Skemmtilegustu námskeiðin sem ég finnst eru yfirleitt þau sem að hafa einhvers konar vottun tilbaka fyrir mig. Sem dæmi, seinasta námskeið sem ég satt var bílanagreining inn í háspennurafhlöðu. Það sem var samstarf að ég held við Promoto, þar sem við fengum manna utan og það var að mínum mati skemmtilegasta námskeið sem ég setið hingað. Minn persónulegi ávinningur á því að setja námskeið hjá Iðunni er bæði það að fá aukna þekkingu á því sem ég er að vinna í, aukið öryggi sem tengist bara því að ég viti við hvað ég er að gera og þannig ég geti höndlað það sem ég á að vera að gera rétt. Einnig bara ótrúlegu félagsskapur og maður hittir fullt af nýjum einstaklingum á þessum námskeiðum sem maður nýtir bara í daglegu lífi, bara að vera í samskiptum við bara til að fá aðstoð í þessum geira. Helstu kostir Iðunnar að mínum mati eru þeir að það er svo þægilegt og auðvelt að geta sótt sér námskeið og aukna þekkingu. Þær áskoranir sem að blasa við í mínu starfsumhverfi eru klárlega rafmagnsbílar og bara aukin tölvunotkun í bílum og að menn þurfi þá bara að reyna að sækja sér þá þekkingu að læra bæði hvernig rafmagnsbíllinn virkar og hvernig hann getur bílanagreint hann og einmitt þá bara og svo líka bara tölvunar, hvernig þú átt að höndla þetta og þetta kerfi. Þetta á líka við ekki bara rafmagn heldur líka mengunarbúnað og sjálfkeyrandi bíla, atlaskerfi og bara margt fleira. Helstu tækifæri fyrir iðnmenntaða á Vesturlandi eru klárlega atvinnutækifærin. Það er nóg atvinnutækifærum á Vesturlandi. Fyrir þá sem halda þeir þurfi ekki á símenntun að halda, þá segir bara að sakar ekkert að mæta á þessu námskeið. Þau eru yfirleitt öll mjög skemmtileg og bara félagsskapurinn lærir alltaf eitthvað nýtt.